hafa allir smakkað pasta, en það hafa ekki allir smakkað ferskt pasta. Og þegar okkur langar að sýna okkur hvernig við gerum ferskt pasta hérna, en auðvitað er farið að selja í flestu stórmörkuðum fyrirtaks ferskt pasta. Þráinn, hvað setur í svona ferskt pasta? Er þetta ekki bara upp í staðan? Það er hveiti. Hveiti, og þegar vill maður ekki að hveiti sé próteinríkt, þá lyftist pasta. Svo við ætlum að nota 0,0 hveiti, það er próteinlítið hveiti. Og ég fæ að lauma hérna hveitin í ef að Þráinn setur eggin í og eggjarauðurnar. Pastadeig er í rauninni þá bara hveiti, egg, olía, salt og stundum smá vatn ef fólk veit að það er mjög blautar á. Olían, eggin komin. Pínu vatn, bara þetta rétt aðeins. 5 grömm eitthvað svoleiðis. Núna virðist þetta að vera að taka sig saman. Það eina sem við gerum núna erum að leyfa þessu að vinna í 1 mínútu og svo bara mótum við þetta í litla kúlur og geymum þetta þangað til við förum að nota það. Við í grillinu þykjast vera pasta sérfræðingar þótt að ég persónulega hef aldrei komið til Ítalíu, en við erum búin að þróa okkar eigin aðferðir við að gera pasta og við erum náttúrulega að nota besta íslenska hráefnið sem við höfum völ á og við ætlum að gera humafyllt pasta sem er að nota sem sérrétt, forrétt, en við gefum þetta sem meðlæti hérna. Og í þetta þurfum við náttúrulega pasta sem við gerum áðan og ég ætla að fá að gera hérna létta fyllingu. Í svona, þegar maður er að pilla humar, þá verða ekki allir humar fullkomnir. Það er svona tilvalið að nota humarinn sem er lítill eða svona aðeins marinn í þetta. Það er uppskriftin þannig, þetta er bara humar, eggjarhvítur, rjómi, má krydda þetta með salt og hvítlauk ef fólk vill. Ég set eggjarhvíturnar og humarinn, svo setjum ég af stað. Þetta vinnst aðeins saman og þá bæti ég rjóma. Rjóminn fer í og við leyfum þessu aðeins að vinnast á meðan. Það getur verið hættulegt þegar eldhúsi að kjóma slettur, þess vegna eru bara vel varðir með svuntur og tilhörandi. Ég er búinn að setja rjómann, ég er búinn að setja eggjarhvíturnar, ég er búinn að setja humarinn. Þá náttúrulega til að hafa þetta aðeins bragðbetra, þá setja ég ögn af sjávarsalti. Þá er humarinn orðinn spegilsléttur og glansandi og er orðið tilvalin pastafylling. Hvernig gengur í pastanum, strákar? Það gengur rosa vel. Við erum að gera okkar eigin pasta, en ég hef séð fullt af fallegum gerðum að tilbúnu pasta í búðum sem er hægt að móta í svona fyllingar. Það er eina sem þar, er smá tími og smá áhugi. Pastavélar er hægt að fá tiltölulega ódýrar, handrúllaðar eða svona fínar rafmagns. Eina sem við gerum, við setjum pastað aftur og aftur. Ef það væri eitthvað óvenjulega sterkur gætan tæknilega sem tekið þetta með kökukefli, ég myndi ekki mæla með því. Við fáum okkur litla skeið, þannig að við megum ekki hafa koddana á stóra. Svo ég fæ að lauma hérna smá koddum hérna hjá honum Ægir, það er svo gott að vinna þröngt. Þegar ég ýti honum frá, þannig að ég fæ að vera yfir. En segja, þetta er marga tegundir af fylltu pasta, en oftast eru þær vinsalastar sem eru kallaðir ravioli, sem eru bara kodda sem eru kringlóttir í miðjunni. En þetta hérna er ættað frá einu fínasta veitingahúsi í Napavalli og þetta heitir agnelotti og er svona smá tískuafbrigði, sérstaklega fyrir kokka. Í raun er þetta mjög einfalt, eins og þú sjáu hvað Ægir er lungið við þetta. Þetta er bara mótað í litla kodda og skorið út. Einfaldar getur það ekki verið. Þegar við erum með ferskt pasta, þá erum við ekki búin að þurrka það. Það er ekki nema sirka 1 mínútu í sjóðandi vatni. Það er alltaf skipta skoðanir pasta. Sumir setja vatn og olíu í suðuna. Ég ætla að leyfa mér að gera aðeins af því. Góð olía, klikkar aldrei. 1 mínúta. Þá er pastakoddarnir klárir og fyllingin orðin stíf. Það eina sem við gerum, við sigtum þetta. Við getum nota vatnið bara fyrir annan skammt. Færum þetta upp á disk. Ögn af olíu. Salti. Svo getum við raðað þessu huggulega. En við ætlum að fá að gefa þetta sem meðlæti með réttunum með í grillinu. En þetta verður náttúrulega tilvalinn pastaréttur. Ögn af parmesan, ferskar kryddjurtir,
þá er þetta bara skemmtilegu forréttur. Þess vegna segjum við pasta koddara hætti grillsins, klárt.